Jú. Bæjarfógetinn í Hveragerði. Það kemur eitthvað smá svipur á hana, sko. Ég var að spá hvort ég ætla að kommenta á þetta en ég ætla að láta það eiga sig. Þar sem þetta ekki sjónvarp, þetta ekki að sannreina þetta. Nei, nákvæmlega. Þú ert strax búin að fræða mig mjög mikið hérna, hvernig að brosa og svo ætla ég að læra línudansið eftir. Já, er það ekki? Jú. Við ekki að bregða okkur hérna yfir íþróttahúsið. Það er að byrja línudanskeisla, hún er sem byrjaði klukkan 1 og eftir línudanskeppnin í gærkvöldi þá er maður bara heillaður. Þetta var rosa gaman. Já, ég er alltaf spenntur að sjá hvernig þetta er. Þú kannt ekki línudans? Nei, það held ég ekki, ég kann ekki einu svona vals eða neitt, sko. Já, heyrðu, en kosturum við línudans, maður sá það alveg í gær, þú þarft ekki að dansa við neitt. Nú? Nei, þannig að þú þarft ekki að stýra neinu því að þessu kallmenn kvarta svo mikið yfir því nútildags það sé ekki að stýra þessu kvenfólki, sko. Nákvæmlega. Þannig að þarftu bara að stjórna sjálf þér. Herðu, þetta er lúxusmaður. Og getur maður notað þetta á dansskólinu þá? Já, svona einn og sjálfur. Það er flott. Það er ágætt. En við vorum aðeins að veltaði fyrir okkur áðan hérna, gestur, hvort að þetta hafi verið félagsheimili eftir hérna. Ég vissi ég hefði rangt fyrir mér með það, sko. Við erum, hvað, í Skýrhúsinu, Skýrgerðinni. Heitir þetta orðið núna. En þetta er náttúrulega hérna einu svona Hótel Ljósbrá. Þetta hét Hótel Ljósbrá, þetta hét Hótel Hveragerði lengst. En þetta er byggt sem þinghús Ölfusinga, meðan að Ölfus og Hveragerði var í einu sveitafélagi. Og hér var rekinn grunnskóli, þess að barnaskóli sem þá var. Og þetta hús hefur alltaf verið svona svolítið miðpunktur á þessu svæði og þegar Hveragerði var síðan sjálfsagt sveitarfélag þá var þetta var ekki sem hótel og greiðasala eins og hér þá. Hér voru kostgangarar og fólk bjó hérna, sumir bjuggu hérna mjög lengi. Og það eru dæmi það að til dæmis sumir af þeim sem við köllum Hveragerðiskaldi, þeir bjuggu hér á hótelinu kannski 1-2 vetur og voru svo bara í fæði hjá Siggu og Eiriki. Og þau sem hér réðu lengst voru Sigríður og Eiríkur, hann var blindur, kendur við ból í Biskupstungum og mjög, svona, það er mjög til margar sögur af því. Það er örugglega ekki einfalt að reka bíó verandi blindur. Nei. Þau gerðan sem sagt með glæsibrá og ég er alveg fyrir það að hér fór maður í bíó helgar og 50-ársköldum að sjálfsögðu. Þetta er mjög skemmtileg bíó, þetta er opbóðslega fallegt hús og við erum mikil staðarprýð og það er búið að gera mjög vel og fallega við það núna på síðkast. Þannig að Hvergerningar voru undan selfisingum með bíó? Langt á undan. Þetta hét Nýja ferðabíóið og það var sem sagt rekið hér en það var líka í Tösku og ferðaðist hér á milli félagsheimila á Suðurlandi. Þannig að Eiríkur fór hér og hélt bíósýningar vitt og brett Suðurland. Skemmtilegt. En hvernig það er alltaf sól í Hveragerði? Ég bara hef aldrei komið hérna í rigningu og rók. Já, það er rosalega mikið oft gott veður en ég ætla nú ekki að reyna að halda það fram að segja alltaf sól en við höfum verið alveg ótrúlega lánsöm með veðrið þegar einhverju viðburðir en veitir það, ég held líka að sé þannig að það er bara þegar er sól í sinni þá er sól úti einhver myndur nú kannski segja að það væri ekki beint brakandi sól núna en það er rosalega gott veður bullandi þurrkur bullandi, nákvæmlega það er bullandi þurrkur og létt skýjað, það er rosalega fallegt veður En Hvergerningar, eru þeir almennt alltaf bara brosandi? Maður sér aldrei neitt í fílu hérna. Ég er bara verða að spyrja það þessu. Já, það er mjög gott að búa í Hveragerði. Og ég er ekki bara að segja það því ég bæjarstjórinn fær borga fyrir að gera það. Heldur að því að þetta bara, það er þannig. Fólki líkar vel hérna. Og í þessari frægu Kappasendkönnun, Ánægjuvog, sveitarfélag á Íslandi, þá erum við bara farin að snerta toppinn. Við erum í öðru sæti sveitarfélag þar sem íbúum líkar hvað best og í sumum málaflokkum erum við hreinlega efst í fyrsta sæti, fjölmörgum málaflokkum. Þannig við erum afskaplega stolt af því og það er líka, vitið það sem gerist í svona smarri sveitarfélagum, við erum ekki stórt sveitarfélag. Við erum samt stórt sveitarfélag á landsvísu því það eru svo mörg miklu minni en Hveragerði en það myndast svona þessi bæjarbragur og fólki þykir vænt staðinn sinn og vill ekki hallmálunum út á við og það leggjast allir á árarnar og alveg eins og núna þegar við erum að halda þetta landsmót það er ótrúlega fjöldi sjálfboðaliða sem leggur mikið á sig og í svona litlu sveitafélagi þá er þetta miklu einfaldara þá er einstaklingurinn skiptir svo miklu máli að bara það að aðeins að koma og taka til hendinni og það bara sést það sést bara að Jón og Gunnar eru dugleg og það veit allir að því Já, og það er nú mikið að segja að halda svona landsmót hérna Já, þetta skiptir miklu máli og við höfum haft 2 hátíðir eða svona, undanfærin ár höfum við verið með garðyrkju og blómasýninguna þessa sömu helgi og svo er bæjarhátíðin Blómstrandi dagar alltaf í ágúst
þannig að við erum vön og það koma mjög margir á þessar hátíðir en þetta er samt ekki þannig að fólk komi bara til Hveragerðisbæjar þegar eru hátíðir það er alltaf mikið líf hérna helgar og bara alla dag Þannig að æðisli sundlegina andla geggja bakari og fjölmargir staðir þetta sem er virkilega gaman heima að sækja Já, og það er bara margt hægt að gera og við sem búum hérna erum alltaf að segja gestum okkar það að fólk getur leikandi komið hingað og verið hérna heilan dag og jafnvel heila helgi haft nóg við að vera einmitt eins og segir, sko, sundlaugin Laugaskarð er náttúrulega alveg einstök perla það er nú alveg sama hvaða vondu það er alltaf gott við það er nú alveg merkilegt en þetta er ekki eina sundlaugin, það er líka sundlaugin og heilsustofnir fyrir þá sem vilja pröfa eitthvað annað hún er opin fyrir almenning hér er sko listasafn Árnesinga steinasafni Ljósbara sem er frábært framtak ungs fólks hér í Hveragerði Skjálftinn sýningin í verslunarmiðstöð hér eru fullt af litlum skemmtilegum fyrirtækjum margir flottir veitingastæðir og fyrir utan, mögum ekki gleyma gönguleðan Já, ég ætlaði að koma inn á það svo gaman að labba í Hveragerði og hlaupa Já, ég verð nú að koma að hérna loftbóluhúsið Ég er alltaf svo heillaður af því, ég kallar þetta loftbóluhúsið Það er ræðilegt, við kallum þetta Hamarshöllin Nó, það er svoleiðis, ok Þetta er svona, eins og með sko gælunöt, maður bara svarar ekki ef einhver kallar þetta bólun eða loftbóluhúsið Þetta er Hamarshöllin Hamarshöllin, já framvegis kalla það Ég hef oft verið að spyrja því, hvað myndi gerast ef að, maður myndi koma í títuprjón og stinga í Ekkert En ekki þar fyrir að þú gerðir eitthvað meira en það þetta er loftborið íþróttús það fræðilega sem getur fallið saman það tekur mjög langan tíma þetta lítur sömu lögmálum eins og vindsang þeir sem hafa pröfað að tapa loft úr vindsang veit alveg hvernig það er rosalega fljóta verðalið en svakalega lengi að pakkast saman þannig að þú getur sett hann í töskuna sko. Þannig að þetta er svona ekki ósvipað en þetta verður nýst okkur alveg ofboðslega vel Reynslan af þessu húsi, hún er bara góð ég meina þetta er búið að þola allskyns veður Þau hefur bara þólað öll þau veður sem hér hafa komið þau hafa nú aldeilis verið slæm sko. Það var nú hlegið að ykkur þegar þið ætlaði að ráðast á þetta það held allir þetta myndi fjúka Það var ekki bara hlegið að okkur sko. Það var nú talað um að þetta væri pólitískt sjálfsmorð bæjar fulltrúana sem hér réður ríkum og fólki fannst þetta að vera brjálæði en við vorum alltaf sannfærð að þetta myndi virka af því að þessir hús eru út allt og ég held líka núna fólk sér það núna þegar fólk veit af Hamarshöllinni og er að ferðast erlendis þá sjáum við þessu hús gjörsamlega allstaðar Þetta er út öll Norðurlöndin, þetta er svo til ykkur með einasta bæjarfélagi í Bandaríkjunum og þar er líka vont veður sko. Það er ekki verstaveður í heimi í Hveragerði sko. Nei, nákvæmlega. Það er stjúpsonur minn, hann er nýbúinn að læra að segja Hveragerði, hann segir alltaf Hvergiland. Hann fannst þetta bara að vera sér land og það var svo gaman að vera hérna. Já, gaman að heyra það. Hvenær kemur Tívolí hérna aftur? Ég veit ekki, það skemmtilega við Hveragerði er að svona framtakssamir athafnamenn hafa oft séð möguleika hér það var eins og Tívolíið, það var Jólalandi sem einhverju mun eftir þetta Eden var ekki hér með miklum glæsibragi 10 ára og auðvitað var það ein af ástæðunum fyrir því að Hveragerði komst svona vel á korti sem ferðamannastaður af því að Eden var svona vörumerki sem allir þekktu, allir erlendir gestir sem komið til Íslands á þessum árum komu við í Eden þannig að við höfum alltaf verið svona ég ætla ekki að segja að við verðum öðruvísi en Hveragerði hefur alltaf svona notið pínulítið sérstöðu að því að það byggist líka upp á svolítið sérstakann hátt við erum inn í landi, hér er ekki sjávarútvegur við höfum pínulítið þurft að berjast fyrir okkar hlutum bara ein og sjálf og Hverasvæðið hefur gefið þessum bæ sérstöðu og svo bara skáldin og listamennirnir og íbúarnir sem hafa fluttinga við erum svo rosalega lánsum að það var fluttinga mjög skapandi, skemmtilegir einstaklingar á ýmsum sviðum og það er það sem gefur lífinu lit Nákvæmlega En við talandi sko Tívolíið ég veit að það eru rosalega margir sem sakna Tívolísins og ég var svo heppin einmitt þegar ég bjó hérna árum áður að þá vann ég í Tívolíinu Já, ok Þannig að ég saknaði svolítið mikið, ég var alveg viðkjörn það Já, þannig að þú hefur verið að svona passa upp á mig og svona í þessu Tívolí Já, líkast til og búið til handaði kandiflós og stjórna þeitavindinni og svona Nei, það eru margir sem hafa góðar minningar frá Tívolíinu og svo er svo merkilegt sko að það líka fólk saknar Eden það er ekki heyri svo marga talum það og hvað ég saknaði þess að komast ekki Eden þessi ísrúndur þessi minning, minnar kynslóðar og svona þar með kring að skreppa á sunnudum í Hveragerði núna skreppi fólk á sunnudum með Costco og IKEA sko. En þetta er líka bara það var gróðurinn og
hann ætlaði að kaupa mat þarna líka og hann ætlaði að plúsa ísinn og allt það sem því fylgdi og apinn, og ekki að gleyma apana. En svo var þetta bara svo stór staður og það var svo mikill gróður og það við verðum bara að viðurkenna þá staðreynd að á Íslandi ekkert alltaf gott veður, en inn í Eden var alltaf gott veður og þú gast leyft krökkunum að hlaupa og leika sér í gróðri inni. Og það var bara svo dýrmætt. En mér finnst líka eins og hér, nú er auðvitað gróðurinn bara komin út hér í Hveragerði, ef maður skoðar myndir frá því fyrir bara 25 ára síðan, það bara gjörbreytt bæjarmyndin. Þetta er það alls staðar á Íslandi, en ekki síst hér, af því hér er gott að rækta og þetta er alveg sko ótrúlega gróður paradís. Eins og ég var hér í listigarði með ung börn þar síðustu helgi, það var alveg bóng og blíða og fossin og áin er bara paradísi sjálfur sér. Ég fór bara reynilega í lautaferð með barnabörnin mín, sko ég labbaði sko 5 mínútur í piknik og svo sátum við bara, fundum okkur góða laut á árbakkanum og við vorum að vaða á með 20 gráði heit, þetta var bara dundur, þetta var sem verið í útlöndum og ég er ekki að segja þetta því við erum borgað fyrir. En landsmótinu, hvað greinar eru mest spennandi í þínum augum? Mér fannst línudansinn mjög flottur í gær og sko allar greinarnar eru rosalega skemmtilegar. Ég skal fúslega játa það, ég hef ekki áður verið á landsmóti 50+ og það sem kemur mér á óvart er hvað þetta er bara skemmtilegt, það er svo góður andi í hópnum og það eru allir einhvern veginn svo staðraður í að standa sig vel og það kemur mér kannski ekki óvart, en þetta bara sannar enn og eftir sko, keppnisskapið fyrir aldrei úr fólki. Nei, veist að það er alveg galið hérna 80+ að ná bestu árangri sínum og fá velunarpening og vinna sko. Það sem ég fannst líka skemmtilegt í gær, ég tók eftir því að það voru nú hvergerir að posta á Facebook myndum og eitthvað svona, mitt úr íþróttahúsinu í gærkvöldi og þá eru margir að posta og segja sko, ég ætla að rústa þessu sko því ég hef náð aldrei. Það býða eftir að geta tekið þátt sko. Ég ætla að horfa spenntur til pönnukökubakstusins í framtíðinni. Já, ég meina, það er pönnukökubasturinn núna eftir, stígvélakastið er á morgun, það bókaflipp, það reyndar ekki þarna liður í landsmótinu, það er samt keppni að raða bókum í stafrófsröð og hlaupa fram hjá bókatillum að muna sem flesta, það er bara margt sem er svona öðru vísi. Já, og eins og þetta Ringo, þarna, það er spennandi að sjá það. Já, það var alveg meira háttar, ég verð nú að segja það voru hérna tiltölulega ungir 50+ síðan og Hveragerði sem stofnuðu lið til að rústa Ringoinu, en svo bara töpuðu þeir. Það var svolítið fyndið sko, fyrir fólki sem var 30 árum eldra. Já, þetta. Þannig að það held ég nú, það er nú bara þakkaði fyrir að koma. Já, og bara ég vil endilega hvetja fólk til þess að koma hingað austur og við maður er hálftíma að renna í Hveragerði frá Reykjavík, fullt að gerast, bæði fylgjast með landsmótinu, kíkja á veitingastæðina, kíkja á sýningarna sem eru og ekki síst á morgun, þá vorum við með fegurstu garða Hveragerðisbæjar 2017, 3 til sýnis og 3 aðra sérlega fallega garða, þannig að þeir sem hafa áhuga á gróður og görðum eiga absolutt að leggja leiðsýningur austur á morgun milli 2 og 5, kaff og súkkulaði í görðunum og njóta þess bara að vera til. Heyrið það, sleppið Costco og IKEA á morgun og skreppið Hveragerði. Hvernig getur fólk nálgast upplýsingar hvaða garðar þetta eru sem að fólk... Þetta á heimasíðu Hveragerðisbæjar, hveragerði.is. Ok, frábært. Aldís, takk hérlega fyrir að koma, það er alltaf gaman að fá því heimsókn. Takk fyrir. Þú ert að hlusta á Suðurland FM í beinni frá landsmóti UMFI 50+ í Hveragerði í samstarfi við Hveragerðisbæ.